Karl, svona fór sem fór, þið voru nokkuð fín á köflum að brjóta svæðisvörnina. Var það eitthvað sem setti bara upp eftir eitthvað leikli eða voruð búin að æfa þetta? Ég vissi að KR-liðið myndi spila svæðisvörn, þannig að við vorum aðeins búin að renna yfir þetta. Ekki mikið samt, því að við erum ekki alltaf með alla leikmennin á æfingum. En ég er sammála þær spiluðu vel á köflum, ekki alltaf. En ég hefði viljað fá kannski betri svona línu í þetta yfir heildina, en ég ánægður hvernig þetta fór svona tiltölulega. Já, það segir þetta vantaði nokkra æfingu, þið voru bara með 8 á skýrslu í dag, veikindi eða hvað í gangi? Já, mikil veikindi, 3 leikmenn veikir og 1 meiddur, þannig að það vantaði nokkra leikmenn, lykilleikmenn í liðinu. Þið hafði samt alveg hlaupið þetta samt nokkuð ágætlega. 12-an ykkar, hún Kristín, hún nokkuð flott að fara framhjá henni Eygló meðherra KR á köflum. Voruð þið eitthvað búin að tala um þetta, svona bara að reyna að fara framhjá henni frekar en að skjóta yfir hana? Nei, ég er sammálaður. Ég er mjög ánægður með Kristínu Öldu í þessum leik. Hún sýndi góða tilburði. Hún er mjög hröð, þannig að hún nýtti sér það í dag og skildi Eygló eftir stundum. Ég er mjög ánægður með hennar leik í dag, hún átti góðan leik. Já, eitthvað jákvæmt sem þið viljið taka úr þessum leik? Ég myndi segja eins og þú sagðir bara sjálfur að við náðum á köflum að spila mjög vel á móti svæðisvörnum og það er mjög mikilvægt fyrir okkur að geta spila á móti besta liðinu í deildinni svona á köflum vel en já, það er það jákvæða sem við tökum út úr þessu. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Takk.